Sæl og blessuð og velkomin í Húbla podcastið. Við erum hérna í Stúdíó Kling og með mér er hún Þórhildur Sveinsdóttir sem er markþjálfi og iðjuþjálfi og hún er hérna komin til mín og ég byrði bara hjartalega velkomin. Þórhildur. Takk fyrir Harpa og takk fyrir að bjóða mér. Virkilega gaman að fá þig. Hvað hérna er að gerast svona hjá markþjálfanum í dag? Hvað er svona... Hvers slags mál eru svona, og hverju leitar fólk mest til markþjálfa í nútímanum? Já, mín reynsla er nú svolítið að fólk leita til markþjálfa til þess að svona oft hjálpa sér einmitt með að setja sér markmið og skipuleggja. En þegar á hólminu komið þá snýst þetta voða mikið persónuna. Já. Og það var svona fljótt í mínu markþjálfa ferli sem ég lærði það að ég markþjálfa ekki vandan í rauninni heldur markþjálfa manneskinu sjálfa. Já. Að því þetta snýst alltaf í rauninni, af hverju hefur mér ekki tekist það sem ég langar til eða af hverju hef ég ekki kjarkinn til að stíga skrefin sem ég veit að ég vil. Já. Og þá þarf þetta að líta inn á við og skoða svolítið hvað það er sem spilar. Já. Og fá kannski eitthvað verkfæri til þess að ná þeim markmiðum sem þú ert að fara eða sækja í? Já, verkfærin eru náttúrulega fyrst og fremst kannski bara svona samtalið til að byrja með og þessar spurningar sem markþjálfar beita og svona trausti til að leyfa sér að skoða. Já. Leyfa sér svolítið að velta fyrir sér á hverju til dæmis býði ég alltaf með það sem ég rauninni veit að ég brenn fyrir. Að hverju hef ég ekki ennþá fundið rétta andartaki til að stíga þetta skref. Já. Að hverju skortum ég kjark, að hverju ómeðvitað sé ég alltaf til þess að ég svona ekki klára hlutina. Bara mjög áhugavert og hvað er eitthvað svona, finnurðu að það sé eitthvað sammert í þessu, að hverju fólk er á eitthvað nátt ekki að ná markmiðum sínum, er eitthvað svona er það eitthvað að þeim finnst þau ekki hafa það sem þarf? Er það sjálfstraust? Já, hvað er það? Mér finnst þetta mjög oft snúast kjark, hugrekki, sem er náttúrulega svolítið beint tengt inn í sjálfstraust að einhverju leiti og það getur verið ýmsar orsaki fyrir því að fólk hafi svona ekki stigið skrefið. Það getur bara verið að hafa ekki fengið næga hvatningu, það getur verið að hafa ekki fengið umræðuna og mér finnst þetta tæki markþjálfunar er svo frábært að því að leið og fólk fer einmitt svona að fá þessar svona markvissu spurningar og velta fyrir sér einmitt svörunum, þá finn ég alveg svona, þeim vex ásmegin, ég finn svona kjarkinn kvikna og fólk fer að sjá fyrir sér hvernig það eigi að stíga skrefin og hvernig það eigi að fara leiðina og þá er náttúrulega miklu auðveldar að setja markmið í rauninni að því að þá fer fólk svolítið sem að sjá fyrir sér hvað væri þá fyrsta skrefi sem ég þarf að gera og hvernig get ég haft trú á því og hvað þarf ég til og svo leiðis. Þannig að mér finnst þetta, ég var mjög glöð þegar ég fann þessa aðferð markþjálfunar. Ég var þá búin að vera að vinna sem iðjuþjálfi í dálítið mörg ár og ég elska starf mitt sem iðjuþjálfi. Ég er í 100% starfi sem iðjuþjálfi og mér finnst það mjög ánægilegt og skemmtilegt og mjög glöð að ég valdi það fyrir lífsstarf. En ég var svona á þeim tíma sem ég kynntist markþjálfun, þá var ég að leita einhverju svona aðferð, einhverju svona sem ég vildi bæta við mig. Ég var komin á þann stað og kynntist þessari aðferð og mér fannst það bara svona, opna fyrir mig nýja vídd. Þá fékk ég svona leyfi til að setja ráðgjafann til hliðar. Mér hafði alltaf þótt svona dálítið frekt að vera að segja fólki hvað það ætti að gera og frekar svona einmitt að standa við hliðina á fólki og vera svona þessi hvati meira að geta svona einhvern veginn grafist fyrir með fólki. Hvernig það gæti sjálft fundið lausnirnar og þessi aðferð býður svo mikið upp á það. Það fannst mér mjög ánægilegt. Er það ekki svolítið svona rétt hjá mér? Þetta eru spurningar sem þú ert að nota svolítið til að leiða fólki að hugsa hlutina öðruvísi eða... Jú, en samt er ekkert standardisera við þessar spurningar því að spurningarna byggja á hlustun fyrst og fremst og þess vegna kannski þegar fólk verið að æfa sig í markþjálfun eða læra markþjálfun þá vill það oft fá
Af því að það eru, sko, spurningar eru auðvitað misgóðar, en góð spurning er sú spurning sem er rétt fyrir viðkomandi á því andartaki sem að samtalið er á og þú finnur hana ekki nema að hlusta vel í rauninni og vera í núinu með viðkomandi, vera ekki að í sjálfri þér að hugsa með sko hvað góðu spurning á ég að finna næst sem ég var alveg fyrst og það er svo algengt að svona nýjir markþjálfur fólk sem er kannski svona æfa sig í aðferðin, það vill fá svona lista yfir góðu spurningar og auðvitað er það ágætt en þá missur kannski svolítið af flæðinu kannski tækifærinu sem felst bara í bara þessu spjalli sem að myndast eða ég gerir ráð fyrir að það myndast of svona hlýtt samtal í þessu öllu. Já, og maður má ekki vanmeta til dæmis bara óyrta tjáningu, sviprið á fólki að svona spurja eftir þeim eða þá þögnina. Mér finnst hún getur verið gulls í gildi og ég segi alltaf, sko, ef viðkomandi svarar bara alltaf, þá ertu bara að vísi eitthvað sem viðkomandi veit. En ef þú ert komin inn á einhverju svona slóðir þar sem verður þögn og sem sagt markþegin þarf að hugsa sig þá ertu komin á einhvern svona nýjan stað. Þannig að þögnin er mjög mikilvæg og það er mjög mikilvægt einhvern veginn að svona gefa rými fyrir þögnina. Á þetta ekki kannski bara líka við bara svona í daglegu samtali fólks á milli, að því að við erum oft svolítið á svo miklum æðubunugangi og ef þú pælir í því við erum alltaf að flýta okkur svo mikið að við gefum okkur ekki alltaf tíma til að hlusta hvað sem er á börnin okkar eða makan okkar eða vinnufélagan eða bara það fólk sem er í kringum okkur að við svona kannski gefum fólki einmitt ekki þetta andrými til þess að Þetta er svo mikið hárrétt hjá þér, Harpa, og ég held að svona flestir sem hafa svona lagt sig eftir þessari aðferð, þeir verða líka, sko, þeir umbreytast í svona daglegri umgengni líka. Þeir fara að hlusta betur og spurja öðruvísi. Þannig að ég held að hafi alveg svona að þetta hefur áhrif út í svona persónulegt líf fólks og ég held að við báðar og svona kannski flestir hlustendur getur svona hafi alveg dæmi í huganum svona samtöl einmitt sem eru bara one-way samtöl eða þá að þú virkilega svona finnur þegar þú ert að tala við einstaklingin að hann er í rauninni bara svona bíða eftir að komast að. Já, akkurat. Þekkir þetta? Ætli, ég get alveg ímyndað mér, sko, það kom mann örugglega óvart ef maður fer í svona nám, svona markþjálfarnám. Já. Hvað, maður heldur örugglega að maður sé þokkalegu hlustandi eða svona maður vill gefa sér það og maður vill trúa því að maður sé til staðar fyrir fólki sitt og maður sé til staðar til þess að hlusta á vini sína og þá sem þurfa á því að halda að það sé hlustað á það. Já. En svo veit maður kannski er maður sé bara alveg felli að lélegur í þessu. Já, ég myndi nú kannski ekki taka svo sterkt til orða, sko. En mér fannst það sem ég lærði mest, sko, var í rauninni einmitt að láta setja sjálfa mig inn í sviga, sko. Að láta svona af ráðgjafanum, að því að það er líka mjög auðvelt. Það hægt að hafa alltaf ráð við öllu. Já, eða svar. Og stinga upp á einhverju, að því að, sko, ég sem iðjuþjálfari, ég er líka, sko, alin upp í svona ákveðni svona lausnað miðarinn nálgun sem er svolítið fallegt orð, sko. Þú ert að vinna líka 100% upp á geðdeild ekki? Jú, ég er að vinna með fólki sem að allt er í rauninni bara býr heima, svona í göngudeild og er að vinna með fólki sem er með kvíða og þunglindi. Já. Þannig að það eru ákveðið teymi sem að sinnir því á Landspítalanum og ég er þar. Og nærðu að samtvinna þetta tvennt, svona markþjálfunina þá kannski af því að þú talar einmitt að þið finnir stundum svona þetta ráðgjafa hlutverk og vera alltaf að segja fólki einhvern veginn til. Já. Nærðu einhvern veginn að samtvinna þetta? Já, ég myndi nú segja það, sko, enn sem komið er. Ég hef svona, sko, það er ekkert svo langt sinni flutti heim aftur frá útlöndum. Já. Þannig ég bjó nú síðast í Sviss og svo bjó ég í Nýja-Sjálandi þar áður, sko, í nokkur ár. Það er að betur en það á eftir. Já. En já, þannig ég hef ekkert svona, ég hef aðalega verið að markþjálfa kannski bara svona, eins og maður segir, intern. Ég verið að markþjálfa, sko, mína kollega, já. sem er ekki samt mínu næstu kollegar og svo hef ég náttúrulega notið þetta bara í mínu starfi
og svo ég svona að líka markþjálfa aðeins þess utan. Já, já. Það vera markþjálfa svolítið fólk út í heimi líka. Já. Þannig að það já, það ágætt Orðið líka. auðveldara þegar orðið svona netið orðið svona gott og... Já, það náttúrulega bara frábært og ég held að þessi svona síðasti tími, COVID-tími hafa kennt mér og fleirum mjög mikið hvað það varðar. Já. Já, það er bara svona verst þegar fólk gleymir tímamismununum og fyrir ég fekk óskum að markþjálfa milli 6 og 7 á laugardagsmorguninn, mér varst það svona kannski fullsnett. Mér alveg bara svona ákveð svona áskorum bara hreinlega að setja ykkur mörk varandi tíma. Já, ég sagði nei, má það vera milli 7 og 8, það var svona orðið betra. Já, einmitt. Og en, veist, hvað ertu núna búin að vera markþjálfa lengi? Ég er búin að vera markþjálfa í rauninni mjög lengi sko, að því að svona miðað við hvað þetta eru ungt fag. Já. Ég lærði markþjálfun sem sagt 2007 og svo hef ég svona alltaf verið að bæta við mig. Það er ekkert mjög langt síðan ég bætti við mig sem sagt námi sem það sem ég sérhæði mig í svona markþjálfun sem byggir á tilfinningagreind. Já. Það er til að hjálpa fólki svona að verða bara greindar á tilfinningar sínar. Svona ákveð sjálfstjórn eða hvað? Sjálfstjórn er einn þáttur en grunnun er í rauninni svona sjálfsmeðvitund. Að vera meðvitandi eigin tilfinningar, eigin viðbrögð, hvað það er sem að svona, hvað ég segja, á ensku trigger, svona hvað það er. Hvað kemur þér úr jafnvægi? Hvað kemur þér úr jafnvægi, hvort það eru svona einhverja ákveðnir hlutir og hvaðan það kemur. Og fyrst og fremst svona bera ábyrgð á viðbröðum sínum. Já, já. Og ég held að þetta sé sko, öll viljum við vera þarna. Já, já. Og sérstaklega held ég sko að fólk sem er ábyrgðastöðu og stjórnendur, þetta er mjög mikilvægt fyrir þá. Og þegar ég segi bara ábyrgð á tilfinningum okkar, þá meina ég að við svona, sko, við finnum öll fyrir því að við svona ákveðnir hlutir koma okkur meira og jafnvægi en aðrir. Að við vitum þá hvar það eigi rætur sínar og að við höfum þá stjórn að geta svona sett á pásu og valið svolítið viðbröð okkar. Og fyrst og fremst kannski leitað orsakana inn á við, en ekki svona kennt ytri aðstæðum ekki kennt að þetta er að því að, þú veist, Jón í yfirmaðurinn er alltaf svo pirraður og eitthvað svo leiðis. Já. Að þess vegna verði ég svona pirruð eða því að hann er svo frekur eða því að hann er svo stjórnsamur, heldur skoða af hverju fer stjórnsemi Jón svona mikið í mig og hvað ætla ég að gera því? Hvaða ábyrgð ætla ég að taka á þeim tilfinningum sem þetta vekur upp hjá mér? Þannig að þetta snýst mikið það. Já, já. Og þetta er ég fór sem sagt, þetta heitir Emotional Intelligent og byggir á hugmyndafræði Daniels Goleman sem var svona svo fyrsti sem var svona kom svolítið fram með þetta hugtak svona í kringum 93, 95, 45 og það var svo fyndið að því að sko ég var mjög áhugasöm þessi fræði Daniels Goleman á sínu tíma og ég átti eina frægustu bókin hans, átti hana heima og mig hafði aldrei dreymt að ég myndi einhvern tíman þú veist, tengjast eða hitta þennan mann eða koma eitthvað nálægt einhverju sem hann hefði gert en hann er sem sagt svona hugmyndafræðilegur smiður af þessu prógrami. Það byggir á hans hugmyndafræði. Þannig að þetta var mjög svona skemmtileg tilviljun fannst mér. Virkilega. Já. Og hvað hefur svona komið þér svona mest á óvart í þessari nálgunina á tilfinningagreind svona varðandi, veist, ég ger það ráð fyrir mögulega stjórnendur og aðrir hafi mögulega leitað til þín. Já. Veist, hvað veist, þetta á þetta ekki við alla bara eiginlega sem að, veist, þurfi ekki allir svolítið að skoða sig svona? Jú, ég held sko auðvitað væri það mjög gott það, sko, og það sem hefur komið kannski mest á óvart hvað fólk er svona viljugt að skoða sjálft sig. Já. Og það finnst mér mjög svona lofandi það er bara viljugt að hvað ég segja svona að því að eitt af því sem við gerum er svolítið svona skoða aðstæður útífrá, þú veist, þú kannski kemur þér ákveðna aðstæður og verða til ákveðin svona tilfinninga uppsveifla og þá gerur það með markþjálfun að þú svona stígur út fyrir aðstæður og ferð svona og kíkir á sjálfa þig og það sem er að gerast svolítið útífrá. Og mér
mér finnst fólk bara mjög tilbúið til þess að horfa á svolítið svona gaggrínum augum á sjálft sig Já. og sjá, heyrðu, hvað er þarna að gerast og af hverju brást ég svona við og Hvernig get ég bætt mig? já, hvað var það sem að kom mér úr jafnvægi og hvernig hefði ég átt geta gert þetta öðruvísi og svo það sem kom mér líka á óvart, hvað það skipti miklu máli að gefa sér tíma, að bregðast ekki strax við, að fólk læri það að ég þarf ekki, ég finn fyrir tilfinningum og það kom mér reynda líka á óvart að hvað fólk er svona getur í rauninni lært að skynja sér betur. Já. Með því að viljinn er náttúrulega grunnurinn, að bara vilja skoða sig, vilja svona finna bara á líkamannum hvaða tilfinningar eru að koma fram, hverju, er þetta pirringur, er ég sár, er þetta vonbrigði, hvað er að gerast, stoppa við og velja svo hvernig ég ætla að bregðast við. Og já, það kemur eiginlega svolítið óvart hvað fólk er opið og hvað er tilbúið til þess að skoða þetta. Já. Og hvaða næri rauninni fljótt miklum árangri. Svona, hvernig myndirðu ráðleggja stjórnendum, ef að þú værir með stjórnanda þarna í sætinu hjá þér. Já. Og þið eru að ræða þetta og hann á það kannski til að missa svolítið stjórn og skapi sínu. Já. Við ykkur ákveðnar aðstæður. Já. Hvernig leiðist svona samtal þá áfram ykkar á milli bara hvernig hann getur svona breytt kannski þá sinni sínum viðbröðum í slíkum aðstæðum sem að einhvern veginn virðast alltaf tryggir hann. Já, þá er náttúrulega, ég held að grunnurinn fyrir þessu er sjálfsþekkingin, að þekkja triggerana sína. Já. Og hvaðan þeir koma og að vita svona sem getur náttúrulega verið mjög misjafnt, hvað triggerar fólk. Það getur verið bara svona ákveðna típur sem geta, triggerar fólk út á einhverjum orsökum. Og það er mjög mikilvægt svona að reyna að grafast fyrir það, hvað það er. Og reyna svona að losa kannski svolítið þessi tengsl, að það verði ekki svona automatist, að það verði svona tilfinningu uppsveifla, eða að fólk fari automatist úr jafnvægi. Já. Og líka ef að fólk fer úr jafnvægi, að kunna þá kannski svolítið aðferði til að róa sig. Já. Og þá erum við komið kannski svolítið inn í svona núvitund. Já, já. Og að skynja líkama sinn og beita öndun og núvitund er náttúrulega algjörlega líka frábært tæki til þess að bara vera meiri í núinu og geta svona fókusa betur á sjálfa sig og aðstæður og þannig að ég svona mæli líka alltaf með því að fólk svona svolítið skoði það og jafnvel fari að æfa það eða setja það, noti það sem svona parta sinni rútínu. En er eitthvað verið að skoða hvaðan hitt fólkið sem að triggerar þig? Já. Er verið að skoða eitthvað hvaðan það kemur? Hverju þessi típa fólki og eitthvað nátt? Eða svona framkoma? Já, það er ekki verið að vandamála greina hina manneskjuna. Nei, það er fyrst og fremst verið að skoða þig í aðstæðum. Akkurat. Já, að því að maður hefur ekki svo mikla stjórnaði hvernig aðri haga sér. Maður hefur stjórn á viðbröðum sínu sem auðvitað hafa svolítið áhrif á aðstæður. Þú getur sýnt viðbröð sem náttúrulega æs upp aðstæður og svo getur þú sýnt viðbröð sem róa aðstæður. Og það er svona frekar það verið að skoða það, að þú gerir það sem í þínu valdi stendur. Já. En ekki, ég eyði ekki miklum tíma í að tala hina manneskjuna eða greina hana. Hún er velkomin í markþjálfun líka. Nákvæmlega. Við bendum öllum á að koma í markþjálfun. Já, en svo bara til þess að segja það svona, ég nota náttúrulega mjög mikið úr þessum fræðum núna, bæði svona leynt og ljóst, en ef að fólk ætlar að fara svona bara á fullu inn í þetta prógram, þá er alveg svona kennsluprógram til grundvallar, sem að fólk getur náttúrulega svona keypt sig inn í og þá er það alveg bara 12 vikna prógram, þess að þú færð á hverjum degi ákveði efni sem þú ert að skoða og svona koma með svona endurgjöf á máta inn í þitt eigið líf og þannig að þetta er svona mjög áhugavert. Já, en það er ekkert endilega víst að allir séu tilbúnir svoleiðispakka og þá nota ég náttúrulega bara þekkingu úr þessu prógrami. Já. Þú talaðir að þú svona gefur fólki þá svona kannski, eða það væri að finna þá ráð til þess að róa aðstæður. Já.
hvernig róar maður aðstæður í erfiðum aðstæðum? Já, ég held að sko grunnurinn að því að róa sjálfan sig. Já. Já. Ef að þér tekst að róa sjálfan þig og taka þér svolítið tíma og velja sko viðbröð sem eru frekar róandi heldur en hitt, þá ertu strax farin að róa aðstæður. Þannig að þú ert ekki að róa beinlínis hina manneskjuna, heldur ertu fyrst og fremst að róa sjálfa þig. Já. Og þannig að þú getur komið yfirvegað að og í raun átt kannski frekar möguleika á að niðurstaðan úr þessum aðstæðum verði eitthvað sem þú ert á eitthvað nátt sátt við eða sáttur við. Já, og það getur í rauninni líka bara verið það að þú veljir að fara út úr aðstæðunum og koma aftur að þeim seinna. Það getur verið kannski í sumum tilfellum rétta leiðin. Eða þá að velja eitthvað svona það sem að taka svolítið svona pirringin fram á borðið, sko. Það líka svona partur af því að vera tilfinningagreindur líka að geta fengist við árekstra. Að geta opnað umræðin það á góðan máta. Geta sagt hvernig þér líður eða hvernig þú veist hvað þú ert að upplifa í aðstæðunum og geta sett það fram á borðið. Þannig umræðin geta átt sér stað. Algjörlega. Já. En núna erum við inn í aðventunni og og jólin nálgast og fólk svona í alls konar hugleiðingum svona tengt jólum og þetta auðvitað í hugum margra svona gleði tími en þetta líka oft tími þar sem að fólk ykkur einmana og ykkur leiðir og annað slíkt. Svona einmanaleiki og getur komið með svona hátíðarstundum og ekkert bara á svona stundum, það oft svona bara fylgir lífinu. Já, lífið svo alls konar sko og það ég held að sé einmitt á svona tíma eins og aðvendun og kringu jólin og áramótin sem að svona það verður svolítið okkur svolítið svona bent á kannski á hvaða stað við erum, hvaða aðstæður við lifum við að því að það byggir svo margt á svona hefðum og það ekki allir náttúrulega alls ekki allir sem heldur góðar minningar frá sko hvorki aðvendunni jólum eða áramótum og svo ég líka reki mig á bara í mínu starfi að það oft svona eru fjölskyldur kannski svona umhyggjusamari kringum jól að taka fólk með sem kannski einmana eða á einhverja kannski eiga ekki marga að hafa fólk sem þetta á aðfangadagskvöld eða á jólunum svo gleymist fólk áramótin. Já. Af því að þá vilja allir bara verið í partíi og þá svona þessi kristilegi kærleikur kannski orðið svolítið útþyndur. Þannig að fólk oft meira einmana í kringum áramótin heldur en á jólunum í rauninni. Já, þetta náttúrulega svolítið svona margslungið, þú veist, ég meina það nú svolítið talað að einmanaleiki og deburð og leiði og veist, að þetta sé svona kannski bara almennt á Íslandi svona svolítið vandamál. Veist, það sé mikið af einmana fólki og fólki sem leitt. Já, það mjög mikið af einmana fólki og það sem ég finn fyrir líka að sko það mjög margt fólk sem svona þjáist af tilgangsleysi líka sem einhvern veginn svona hefur ekki, að því ég held að sko þegar þú hefur tilgang og hann skýr fyrir þér þá svo margt fengið í lífinu og það getur vel verið að þú lifir bara mjög uppteknu lífi og að þú sért að vinna baki brotnu og lífið sé í rauninni töff en ef tilgangurinn ljós þá ertu í rauninni oft á tíðum svona miklu sáttari inn í þér heldur en ef þú lifir kannski svona, svona efnahagslega góðu lífi en upplifir þig ónóthæfa eða enginn hafi þörf fyrir þig eða að þú hafir ekki neitt svona tilgang. Þannig að þurfa allir að skipta svolítið máli. Þurfa allir að skipta máli og ég held að sko á þess að fara í einhverju svona nostalgíu með fortíðina þá held ég að sko þetta skipta máli hafi verið sko það var svona svo augljóst tilgangurinn oft áður. Þegar fólk var að vinna í sveitum og þó það inni baki brotnu og ég nú alin upp í sveit sjálf sko og þar unnum við oft mjög mikið og ég man eftir sko, ég var nú alltaf svona frekar lítil og vinnuframlag mitt var nú kannski ekki
svona mikið svirði í sjálfu sér sko, en ég man eftir til dæmis að sko við vorum kartöflubændur og á haustin í september þá tókum við upp kartöflur oft sko svo viku skipti frá morgun til kvölds og auðvitað var það var kalt og það var erfitt og maður var svona sko oft þreyttur en ég man aldrei eftir öðru heldur en ég hafi upplifað sko bara þetta var sjálfsagt og ég fann mjög mikið fyrir því að ég var að skipta máli í stóra samhenginu og ég held að þetta sé sko við getum lagt mjög mikið á okkur ef við finnum fyrir þessu. Þannig að þá kannski svona ef við hugsum þetta bara, þú ert náttúrulega svolítið að vinna með þetta í þínu starfi, vantarlega gerir ráð fyrir. Mjög mikið og mér finnst það sko með fólk sérstaklega fólk sem að sko, já bæði kvíða og þunglindi þá kem ég mjög mikið inn á þetta. Og ungt fólk, ég náttúrulega sinna mjög mikið ungu fólki og þá þetta oft sko mjög mikilvæg grundvallarspurning. Og svo annað sem ég ekki með á, sem ég hef haft sko mjög mikið áhuga á í gegnum tíðina. Það svona þessi tilfinning að leiðast sem kannski svolítið pínu öðruvísi heldur en það að vera leiður að því að sko þó þeir leiðist þá ekki endilega leiður og mér finnst svona sko á ensku þetta einhvern veginn svona einfaldara að því að þá tölum við boredom en á íslensku þá getum við eiginlega ekki talað leiða því að þá fórum við svolítið að rugla því saman við það að vera leiður en þetta sérst tilfinningin af því að leiðast og það var svolítið fyndið hvernig ég svona einhvern veginn fór að pæli því að það var svona ákveðin tímabil í lífi mínu sem ég var ekki ekki fastri vinnu og hérna ég fór að reka mig á að mér leið einhvern veginn svona mér leið öðruvís en mér hafa nokkuð tíma leiðið ég var svona óróleg svona festi mikið við neitt og ég hafði alltaf sko haft svona átt mjög auðvelt með að einbytta mér og finna mér eitthvað svona viðfangsefni en það var eitthvað svona óróleiki í mér og svo fór ég svona svolítið að lesa mér fyrir eða svona eitthvað pæli í þessu svona bara og svo varði ég fyrir svona einhverju svona uppgötun að ég hugsaði, heyrðu, það skildi þó aldrei vera að Þórhildur að þið bara leiddist og þegar ég var búin að svona átta mig á því að mér gæti líka leiðist bara að því ég hafði aldrei einhvern veginn svona og þar kemur líka inn í ég náttúrulega alin upp við það að leiðast var nánast alveg bannað sko. Það átti bara að finna þér eitthvað að gera. Já, það var sko ekki, þú gast ekki leyft þér að segja þér leiddist. Það var nú meiri sko, var nánast blótsyrði sko. Þannig að hérna ég hafði ekkit endilega leyft þessari tilfinningu að ég mætti bara hafa hana. Þannig að þá fór ég að lesa mig til það, hvaða tilfinning þetta væri að leiðast og komst að því að þetta alveg svona ákveðin tilfinning. Og hún mjög nytsöm að því að hún í rauninni svolítið eins og áttaviti í líf okkar. Og það til ýmsar svona mýtur það að leiðast. Það bæði til þessi mýta að það sé svo gott að leiðast og við heyrum náttúrulega oft, þú veist, bæði foreldra og uppalendur og þú veist að því að krakkar í dag náttúrulega mokað í þá ýmsum svona, hvað ég segja, leikvöngum og ýmsum sem ýmslegt tölvuleikjum og öllum mögulegu til svona að drepa þessa tilfinningu sko. Þannig að þegar krökkum leiðist þá verða allir svo glaðir, þú veist, nú sé eitthvað gott að gerast. En sko að leiðast ekki gott nema ákveðnu marki. Af því að það sko, það bara nokkuð til í því að sá sem leiðist, ef hann leiðist of lengi, þá fyrir hann að skapa leiðindi. Af því og það getur verið til dæmis eins og við þekkjum bara í bekkjarumhverfi eða á vinnustað, einhver sem hefur ekki nógu augrandi verkefni og einhvern veginn ekki að nýta styrkleika sín og hæfileika eða það, hann fer bara að verða til vandræða. Hann fer að stríða ef við sjáum til dæmis eins og í bekkjum að því að stundum þetta, sko, svo líka sko athyglis möguleikar eitthvað náttúrulega mjög mismiklir, hvernig við okkur tekst einhvern veginn svona fest okkur við og sumir þurfa bara einmitt svona meira augrandi verkefni oftar en aðrir og stundum og ákveðnu tímabili það oft strákar sem þurfa það og sérstaklega þú veist kannski strákar sem eru með svona athyglisbrest þar á mörkunum og þurfa náttúrulega allir verkefni bara við sitt hæfi þannig að þetta svona gangi upp og það sama og við náttúrulega inn á vinnustöðum algjörlega fólk sem að fær ekki verkefni við sitt hæfin á vinnustöðum yfirleitt flæmist frá, það fer og finnur sér eitthvað nýtt. Já,
Og það sem ég held kannski, og það kannski áhugavert fyrir þig, Harpa, sem svona mannus ráðgefi gegnum mörg ár, það sem að samt stundu gerist á vinnustöðum að fólk kannski meðvitað þetta og yfirmennur kannski meðvitaðir og mannustjórarnir og þá fólk kannski sendt á námskeið til að því að það augrandi og það svona en svo kemur fólk tilbaka og sko í rauninu orðið sko hæfara heldur en það var og sett kannski í sama starfi og sama ábyrðina og þá leiðist þér náttúrulega ennþá meira og það fólki sem svo náttúrulega kýsa að fara að því að það búið sko í rauninni búið að þetta allt saman vel meint. Já, það fær ekki að koma kannski þá inn með þessa nýju þekkingu sem hafa ráðinu sér og í raun þá skapa ný tækifæri fyrir þetta fyrirtæki með því að koma inn með þessa nýju þekkingu. Já, nákvæmlega. Þannig að og þá þarf að eiga sér stað sko þetta samtal og þá finnst mér sko, þar kemur markþjálfunin sterk inn sko, hvað það í rauninni sem viðkomandi þarf á að halda og hvers konar augrun myndi vera passleg og hvað það að leita eftir að því að stundum snýst þetta sko líka að fólk sé að sko þrái meiri ábyrgð eða það getur verið bara allavega. Já. Og kannski einmitt með því að fara til markþjálfa getur það fundið leið til þess að finna þessari nýju þekkingu sem að vera áinni sér eða eitthvað álíka farveg. Þú veist, hvort sem innan þessa fyrirtækis eða innan einhvers annars fyrirtækis. Algjörlega. Þú veist, þetta náttúrulega oft líka spurningum að finna bæði sínum áhugasviði, sinni þekkingu, þú veist, ástríðinni, einhvern farveg. Já. Og það oft sem að maður þarf kannski, eitthvað svona smá stuðning til þess að að það svona geti, þú veist, maður nái að blómstra og koma því í eitthvað svona vitrænt, ykkur vitræna mynd. Vitræna farveg einmitt. Og ég held stundum að fólk sko þekki ekki þessa tilfinningu heldur sko. Það verður bara svona óanægt svolítið á vinnustöðnum og því sko einhvern veginn finnst tíminn lengi að líða og svona kannski, einhvern veginn verður órólegt einmitt. Já, og eitthvað svona ófullnægja já. Veist, það vantar bara eitthvað, ég held að það þessi tilgangur sem við tölum áðan líka held ég. Já. Veist, það svo mikilvægt að hafa tilgang. Algjörlega. Hvort sem að það inn á heimili eða á vinnustað. Veist, það þarf að skipta máli það sem þú ert að gera. Algjörlega. Þú þarft að finna það alltaf. Að það sem þú gerir, að það hafi tilgang og það skipti máli í stóru myndinni. Já. Það svo mikið rétt. Þú getur alveg, þó að það komi upp eitt augnablik eða eitthvað sem leiðist eða eitthvað, ef að tilgangurinn skýr og þú veist hverju þú ert að stefna að þá getur alveg hort framhjá það að leiðast í 1 mínútu sko. Já. En aftur á móti ef að þetta hitt allt sem hann óskýrt þá mjög erfitt að vera að leiðast og ég held stundum eins og þú segir, það stundum bara holdt að leiðast. Já. Stundum bara gott að vinna eins með þá tilfinningu held ég sko. Það mjög holdt og þess vegna svo holdt að þekki þessa tilfinningu sko, að því að einmitt eins og ég sagði sko, mér veist svona, þessi tilfinninga leiðast getur verið svo mikil áttaviti, að því að þegar þú finnur fyrir henni þá getur sagt, heyrðu, af hverju leiðist mér núna? Hvað það sem vantar? Af hverju ekki í tengslum við sko, vantar mér meiri augrun, ég að nota hæfileika mína, þarf ég að bæta einhverju við líf mitt, þarf ég sko að skerpa á einhverju? Þar ég að setja mér skarpari markmið, þú veist, hvaðan kemur þetta? Akkurat. Já, og þess vegna svo mikilvægt einhvern veginn svona hleypinni að þessari tilfinningun, gera hana sem, sættast við hana, eins og ég gerði. Já. Þú veist, takk henni fagnandi. Tókst henni fagnandi. Tók henni fagnandi, já. Og hvað myndirðu mæla með því að fólk svona almennt bara geri það, svona reyna að finna sínum að leiðast en ekki sínum leiða. Það svo auðvelt að dettin í þetta leiða. Já, það sko, að því að ég held líka að því að við erum svo vön að vera svo duglega á Íslandi sko og svona hampa því sko. Já, við höfum náttúrulega hampað dugnaði alltaf. Eiginlega bara kannski erum við núna aðeins að vakna. Já. Ég hef svona skynjað það alveg svona í gegnum þau samtöl sem ég hef átt hérna í þessu podcasti að einmitt það dettur einmitt oft upp hérna þetta með dugnaði. Já, einmitt. En ég held að sko, að því ég heyri líka þegar ég fór að tala leiðan að það leiðast, þá sko, þá fékk ég mjög oft þetta viðbrögð, já en mér leiðist aldrei. Ég finn mér alltaf og fólk var svona stolt, þú veist, og svolítið eins og ég var sko. Svona, svo stolt af því hvað það var gott að finna sér alltaf eitthvað. Já.
En ég held að það sé aðeins kannski ekki alveg réttu viðbröðin, af því ég held þú ættir einmitt þarna líka svolítið að pása, svolítið að stoppa við og ekki fara of fljótt að finna þið bara eitthvað til að svona drepa leiðan, heldur að hugsa heyrðu, hvað er leiðin að segja mér núna? Þú veist, ég ætla ekki bara að fara, þú veist, að horfa á nýja Netflix-seríu að því mér leiðist, heldur aðeins að stoppa við og hugsa, heyrðu, er ég kannski nota styrkleika mína rétt? Þarf ég kannski að fara inn í, bera einhverja meiri ábyrgð? Get ég augrað mér meira? Þú veist, að svona átt þetta samtal við sjálft sig það, hvað leiðin er að segja þér á þessu andartaki. Ekki slökkva eldana of fljótt. Já. Gefa þér tíma. Veist, kannski koma nýjar hugmyndir. Já. Veist. Já. Og ég held að líka, og jafnvel ef þú kynntir aðeins undir sköpunargleði og annað sem að bara með því að lesa eitthvað nýtt, skoða eitthvað nýtt, fara og heimsækja eitthvað stað sem þú hefur aldrei skoðað áður. Akkurat. Alls konar svona, fara á eitt kannski myndlistanámskeið eða gera eitthvað svona allt annað. Einmitt. Þá kviknar kannski nýjar hugmyndir fyrir svona eitthvað farveg. Algjörlega. Það er svo marga leiðir svona til þess að finna sig. Já. Og þetta já, þannig að þetta var svona pæling það að leiðast. Mjög skemmtilegt. Já. En segðu mér annað, því nú nálgast áramótin og nú veit ég að fólk er bara, ef að það eru auðvitað misjafnt hvað fólk setur sér markmiðað fyrir nýtt ár. Veist, ég hef til dæmis bara gaman að segja frá því og ég hef haft alveg rosalega gaman að því núna síðustu 2 áramót. Já. Ég setti mér aldrei nein áramóta heit og ég veit að fólk hefur alls konar skoðanir áramóta heitum og sumir bara þolit ekki, finnst þetta fáránlegt og finnst ekki gerast að því sem að setur á eitthvað svona eitthvað lista. Já. En ég sem sagt fór fyrir 2 ára síðan, rétt fyrir áramót, ég held að það hef verið 29. eða 30. eða eitthvað, að þá hitti ég með manninu mínum svona ákveðin hóp og við byggum til svona hugmyndakort. En frábært. Það var æðislegt, þetta var svo skemmtilegt. Já. Og þessi, hann heitir Hrafn sem var að leiða þessa vinnu, yndislegur strákur maður sem er með level, nú er ég alveg felleg man held að heiti level 7 eða eitthvað sem er í Garðabænum. Allavega hann maðurinn minn þekkir hann mjög vel og ég þekki hann líka mjög vel, en hans Skúli dró mig með sér í þetta og það var svo gaman. Ég hafði nú ekki mikla trú á þessu Nei. Ég fór þarna inn bara svona eiginlega fyrir Skúla. Skal bara viðurkenna Vel gert, harpa. Og nema það að þetta var svo, hann gerði þetta svo rosalega skemmtilega. Hann var auðvitað fyrst þetta með svona ákveðina svona hugmyndavinnu og ég held að hann gerði þetta að bjóða upp á þetta á hverju ári. Þannig að fólk er að pæla ykkur svona 9 fyrir áramótin, tekja á hann Hrafni hann í Garðatorgi. En hann allavega var með blaðúrklipp, bara fullt af tímareitum. Einmitt. Og hann var svona í raun að kyndundi það að við myndum svona klippa niður svona myndir, svona hvernig við getum séð fyrir okkur næsta ár, hluti sem okkur langaði að gera. Einmitt. Og þetta voru náttúrulega bara alls konar tímarit og ég man að fyrsta árið, þetta var ótrúlega fyndið, ég var með alls konar atriði, nema það var eitthvað svona, ég einhvern veginn var búin að sjá fyrir mér að mér langaði í einhverja breytingu í lífi mínu, þetta var sem sagt þá fyrir 2 árum síðan. Já. Og ég klippi út eitthvað gíraffa, hann var frekar stór og setti hann á mitt kortið og það var alveg bara svona yfirgnaði eiginlega svona mitt spjaldið, svona þetta er mjög myndrætt, stór gíraffi og svo skrifaði inn á expect something different. Já. Akkurat, og svo setti ég þetta inn á, mér langaði í heitan pott og ég setti þetta inn á alls konar eitthvað svona sem ég langaði að myndi gerast á árinu og ég man að ég setti svona nokkur atriði og nema það að árið er náttúrulega valla að byrja þegar COVID kemur.
expect something different þetta ekki það samt já, ég var að alveg þegar COVID kom ég alveg bara hvernig gat ég beðið eitthvað öðruvísi aðeins of orkumikil og svo var svo merkilegt að allt sem ég hafði sett inn á kortið, það bara gerðist alveg merkilegt og auðvitað og hann var ekki náttúrulega bara það sem hann hrapsaði, það sagði þið verða hengið upp það sem þið horfið á þetta okkur einasta degi og þannig við gerðum það bæði, við hengdum upp sko myndirnar okkar fyrir framan hjónarúmið, ég ekkert að grínast og þannig að við gátum ekki staðið upp eða leiðið í rúminu eða svona horfa á þetta, þannig að maður var einhvern veginn með þetta svona í huganum. Og ég gerði þetta líka í fyrra og þá einmitt setti ég að ég ætlaði að skipta um vinnu á árinu og hér ég nú þannig að það getur ýmislegt gerst og hver galdurinn í þessu heldur Harpa? Ég held að það er náttúrulega rosalega flott að hafa þetta svona myndrænt. Ég sá það allan að fyrir mig var ótrúlega brilljant að hafa myndirnar einhvern veginn fyrir fram að mig. En það þetta líka sko þegar þú ert búin að orða eitthvað upphátt, þú ert búin að segja það, þú ert búin að gera einhvern veginn svona skýrt fyrir sjálfræði hvað þið langar raunverulega í. Og af því að ég held að oft vitum við vitum kannski innra með okkur eitthvað hvað okkur langar í en við erum ekki búin að setja það í svona myndrænt form og ég held að sjá sjálfan sig fyrir sér einhvern veginn vera í einhverju stöðu, vera komin eitthvert þá aukir líkurnar, ég hef rosalega mikla trú á því að ef þú sérði eitthvað myndrænt fyrir þér gerast að þú geti mögulega náði. Þetta svolítið galdurinn í markþjálfun líka sko að því gegnum svona samtalið ferðar sjá fyrir þér hvað þú getur og finna svona fyrir eigin áhrifamætti þá fara hlutinir að gerast og færast það en mér finnst sko frábært að heyra þetta að því að þetta í rauninni sko ég held nefnilega að sko þegar fólk fer að setja sér áramótaheit, ég er nú eina af þeim sem svona ekkert sérstakur aðdáandi áramótaheita að því að held einmitt að fólk gleymi sko forvinnunni sem að þú hefur gert einmitt þarna með manninu þínum. Það er svolítið svona að skoða sko hvernig lífi vil ég lifa í rauninni og út frá því kannski þá setur þið sko einhvers konar markmið að því að, og þá ég að tala sko, þá erum við komin í svona gildisvinnu. Bara hvað skiptir mig máli í lífinu, hvernig svona, þú veist, til að nefna bara svona eitthvað eiginlega einfalt ef að heilbrigði skiptir mig máli í lífinu og ég veit það og finn það alveg svona frá einstu hjartarótum þá miklu auðveldari fyrir mig að setja mér einhver svona mælanlega og góð markmið sem stuðla mínu heilbrigði af því að ég veit að ég er búin að gera þetta upp við mig að það skiptir mig máli og það skiptir mig máli að því að ég vil geta séð barnabörnin mín vaxa úr grasi, þú veist og það svona ýmsar ástæði fyrir því, ég vil geta hreyft mig, ég geta búið sjálfstæð fram á 11 ár og ýmslegt sko. Og þá verður mér sko svona, hvað við segjum, svona hvatinn til að fara í ræktina 3 ferðir í viku, hann þá ljós. Ég þarf ekki alltaf að spyrja sjálf með mig, langar mér í ræktina ekki. Heldur bara veit ég, ok, ég ger þetta því að ég vil halda heilbrigði. Þetta það líf sem ég kýs. Þetta það líf sem ég kýs, sko. Og það getur verið allavega, sko. Þetta nú bara svona dæmi sem kannski margir geta fundið sig í, sko. En til dæmis svo bara eitt af mínum gildum til dæmis fegurð. Og þá veit ég bara að það skiptir mig til dæmis mjög miklu máli að það sé sko tiltekið heima hjá mér. Þú veist, að því að ég veit að mér líður ekki vel ef allt í rússi eða allt í drasli og svona, af því að ég veit að bara sko fegurð eitt af mínum grunngildum. Mér finnst þetta svolítið bara magna gildi. Ég held ég bara þekki ekki margar sem að hafa fegur sem svona eitt af svona gildum. Mér finnst það æðislegt. Þú ert alltaf mjög falleg kona líka. Æ, þakkaði fyrir. en sko, ég meina, ég valdi þetta ekki að tilviljun, sko. Nei. Ég var bara svona stútur þetta tölvöld lengi, sko, hvað það væri í rauninni sem ég væri að ná utanum með þessu. Og þá verður einmitt, sko... Og þá setur þú fegurðina í kannski svona víðara samhengi, það svona að hafa fallegt í kringu sig, veist, koma kannski fallega fram, veist. Já, líka það og bara fara ekki druslulega af stað. Reyna að huga að því bara hvernig ég klæði mig.
að ég veit að skiptir mig máli akkurat. og svona bara ýmislegt annað, sko, bera matinn fallega fram, Já, þú veist að ég yndislegt. bara veit að þetta er svona eitthvað sem að gefur lífinu minni gildi. Já, og ég held að sko þegar ég fer að líða áramótum þá er svo gott einmitt og þetta er ein frábær aðferð einmitt að búa til svona hvað kallar þetta, svona hugmyndaspjald, Já. stundum er kallað draumaspjald. Já, ég held hann hafi nú einmitt kallað þetta draumaspjald. Draumaspjald, það er mjög algengt orð, sko. Já, Einmitt og frábært að gera þetta í góðra vinna hópi og gera þetta árvist. Og það er, mamma gerir þetta fyrir áramót, þá má líka gera þetta í byrjun árs. já. Þú veist, og bara svona einmitt setjast niður og velta fyrir sér, hvernig lífi vil ég lifa, hvað skiptir mig máli núna, hvað langar mig í hvað átt vil ég fara. Að því að ég held að sko margir hverjir og ég þekki það líka bara úr vinninu minni sko að því að oft náttúrulega er fólk sem að sko er búið að líða illa lengi og finnst það einhvern veginn þurfa að fara að vinna í sínum málum og er kannski búið að reyna það mjög oft, það sko fær oft svo mikla pressu utan að frá að sko þú átt að fara út að ganga 3 í viku, þú veist, án þess í rauninni, sko pressan kemur utan frá, hún er ekki, það finnur ekki og þess vegna finnur það ekki svona drifkraftin innra með sér að fara af stað og þá þarf að fara í þá vinnu, sko, á hverju ætti ég að leggja þá með að fara 3 í viku út að ganga, þú veist, þú ert að finna svona Eitthvað innri drif. innri að drifið Já. fyrir því, algjörlega. Og ég held einmitt, þú veist, þetta já, einhvern veginn að tengja þetta mögulega við gildin sín. Já, Það sem að gera, ég er nefnilega, veist, svona þegar þú talar, mér finnst þetta svolítið svona skemmtilegt nefnilega gildi sem þú nefnir, þannig að ég er bara ennþá að hugsa þetta með fegurðina, því að ég á nú nokkra vinkonur sem að ég eru bara klárlega með þetta gildi hjá sér, af því að mér finnst alltaf allt svo fallegt sem að gera, þú veist, það er alltaf allt svo fallegt heima hjá þeim og alltaf svo, já, bara einmitt allt sem að bera fram matur og svona, þetta er allt svo fallegt. já, En þú veist, ég er að spá í allir séu meðvitaðir að þeir hafi þetta gildi, veist, séu hreinlega búin að kortleggja sjálfa sig þannig að þeir viti hver gildi þeirra eru. Ég er ekki viss um það. sko, Þessum er ég bara held meira ekki. ómeðvitað heldur en meðvitað. Já, ég held ekki og svo er það stundu það sem að svona einhvern veginn er manni eðlislægast, er maður kannski stundu minnst meðvitaður Já. í rauninni. Þú veist, að það er bara svona svolítið svo, sko, þeir styrkleikar sem maður er eiginlega kannski svona liggja manni best, maður er einhvern veginn til og þá stundum ekki með, að því að þeir eru bara svo sjálfsæðir og svo er kannski aðrir að benda manni á það, finnst maður bara, þetta er nú merkilegt. Einmitt, veist, að því að ég er svona, ég er ekki svona, ég er frekar svona, ég er til dæmis ekkit rosalega gaman að því að vera mikið að stússa með mat og svona. Ég er bara ekki þar. Nei. Ég hef eitthvað annað. Já. Og þess vegna kannski dáist ég alveg af þegar ég kem í matarboði eitthvað og það er bara svona undurfallegur matur og svo fallega lagt á borð og ég hugsa bara, vá, þetta er bara, ég hefði bara svona snefil af þetta, veist, það væri svo dásamlegt. Já, einmitt. Og svo kannski hrósari viðkomandi og þá er það bara svona eins og þetta sé svo sjálfsagt og svo lítið. Já, einmitt, svo tekur maður eftir þessu einmitt og hrósar fyrir það sem að maður svona sér sko aðrir hafa. Já, en það er mjög svona, hvað ég segja, já, mér finnst þetta er náttúrulega bara svona ótrúlega spennandi að skoða gildi sín og svo breytast gildin líka, sko. Sum gildi eru náttúrulega svona rótgróin og breytast kannski ekki, eins og til dæmis eitt svona sem er algengt gildi sem fólk nefnir eins og heiðarleiki, þú kannski hættir ekki að vera heiðarleg bara 55 ára eða eitthvað svo leiðis, það er svona sem er svo, það er svo mikið grunngildi, sko, en svo getur verið önnur gildi sem að sko bara henda á ákveðnum tíma, eins og öryggi getur verið gildi sem að þú bara setur öryggi oddin, það skiptir máli hafa fastar tekjur, gott húsnæði þegar þú ert alveg börnið þín og svo getur þú skipt út öryggi fyrir frelsi. Þegar að því kemur og þá er svo gott að gera það meðvitað það bara, heyrðu, nú ætlum ég bara ekki að láta þetta öryggi skildi stjórna lífi mínu lengur að því að það er ekki, þénar mér ekki lengur, ég þarf ekki á því að halda og nú er bara eitthvað annað gildi sem það sko gæti skipt með miklu meira máli. Já, sem ég hef svona meira gagn af. Algjörlega, en ertu þá í markþjálfuninni, ertu líka hjálpa fólki einmitt með að finna svona aðeins mjög svona oft sinn farveg í þessum málum? Já, mjög oft, af því að það kemur sko mjög oft inn á það
að því að þegar fólk kemur með svona ákveðin kannski svona draum, þá skiptir, hann hefur oft svona rætur sína í ákveðnum gildum. Þannig að það er mjög mikilvægt að tengja það, að komast að því. Og mér hefur til dæmis þótt alveg, sko það sem ég finnst, eitt af því sem ég finnst skemmtilegast að gera er til dæmis að markþjálfa fólk sem er sko skapandi fólk, sem er sko hefur svona, við erum náttúrulega öll skapandi í rauninni, en það er svona fólk sem hefur svona þessa svona skapandi drauma sem langar að skrifa meira eða gefa út eða búti meiri tónlist eða mála eða halda sýningu eða eitthvað svona, er með þessa svona kreatífa drauma og eða þá ég líka markþjálfa svolítið sko bara fólk í listaháskólanum og svona sem er sko, það er alveg töff að vera í listnámi, mjög töff að því að þú þarft sko bara, þú þarft að tengjast svo við sko þennan draum, þú mátt einhvern veginn ekki tapa af tengingunni og persónuleikin einhvern veginn fer svo sterkt inn í þetta. Alveg, hann er bara allur þar og svo og það er eitt af henni í náminu og svo ferðu út á markaðinn og þá er ekki minna töff sko. Þannig að mér finnst sko þarna skiptir mjög miklu máli líka að vera með gildi sín og reynu. En segðu mér svona bara aðeins að því nú erum við svona búin að fara svolítið vel hérna í markþjálfun og svona, en hvernig er svona, hver er þinn svona bakgrunnur og hérna? Já, hver er minn bakgrunnur? Þú ert búin að flytjast milli landa? Já, ég er náttúrulega, ég er búin að sko í rauninni kannski vera svo heppin að búa erlendis á tímabilum sko. Mér finnst það hafi verið mjög dýrmætt. Ég byrjaði á því og sem ég held að hafi, sko ég ákvað, þegar ég var í menntaskóla ákvað ég að læra iðjuþjálfun, þá var hún ekki kennd á Íslandi. Já. Ég held að það hafi ekki verið neinn tilviljun, sko. Ég hafði þá góða afsöku fyrir að fara til útlanda. Já, hvert fórstu? Ég fór til Hollands, sem var náttúrulega bara svolítið svona bíræfið og sem betur fer er maður bara, þegar maður er ungur og hugrakkur og þá gerir maður svona, því ég hafði aldrei farið til Hollands, kunni ekki til hollensku. Nei. Og ég dáist alltaf svo foreldurum mínum sem náttúrulega voru bændafólk og hérna að þau bara höfðu fulla trú á mér, það var ekkert verið að draga úr sko bara að þið langar að gera þetta. Svo átti ég nú krísur sko því þetta var alveg töff sko og ég bjó í Amsterdam og fyrsta hálfa árið þá misti ég 8 hjól, voru stólið af mér. Nei. Og ég man eftir ég hringdi í móðu mína og var svona dálítið brotin yfir þessu og var svona svolítið beygð og þá sagði hún, sem var alveg yndislegt líka, og sagði bara, þú veist bara Þórhildur mín, þú getur alltaf komið heim. En það hefur kannski ekki verið svona valmöguleiki í þínum huga eða hvað? Nei, en þetta bara það að vita, þú veist að hvað þetta var sjálfsagt. Já, það var engin ósigur endilega að bara bakka og... Nei, það var bara búið að gera þessa tilraun og það var ekki eins og það veri sko lífspursmál að klára þetta og þá bara, ég fyrir nú ekki að koma heim sko, bara að halda áfram. Já. En ég fekk út úr þessu sko, ég læriði hollensku, svo seinna fór ég með manninu minn til Hollands og við byggum þar í 6 ár, þannig að upptalið allt saman, þá bjó ég þar í 11 ár og læriði náttúrulega hollensku mjög vel og sem er mjög gaman. Mér finnst mjög gaman að kunna þetta sérstaklega mál. Það er mjög sérstaklega. Já. Svona manni finnst þetta svona vera svona mikill tungubrjótur í þessu. Þetta er eitthvað svo, já, þetta er svona franska, þýska, þetta er einhvern veginn svona sambland af einhvern veginn finnst manni. Oft talað hrognamál. Já, það er þetta sko þetta hljóð, hrag, þetta sem er G. Og þegar maður svona fyrir að átta sig á því hvaða stafir búa til hvaða hljóð, þá fyrir þetta að vera svona aðskiljanlegra, sko. Já. Og svo var ég, sko, svo byggum við Noregi og byggum við Austurríki og svo hérna... Þú varst alltaf að vinna við iðjuþjálfun á þessu stöðum, eða? Já, ekki í Austurríki, reyndar, þá var ég rétt búin að læra og var með manninu mínu, þá var hann að klára sitt nám og svona og byggum þar nú bara svona... Hann bjóða lengur en ég, en ég var að vinna við iðjuþjálfun í Noregi og svo fluttu við það var svona gamalt draumur þegar börnin okkar eða strákarnir okkar voru orðnir svona vaxnir úr grasi og 2 fluttir að voru að flytja heiman og yngsti var að klára grunnskóla. Þá ákvaðum við að skella okkur til Nýja-Sjálands og það var svona gamalt draumur hjá manninu mínu.
mjög langt í burtu, en samt sko, það mjög langt í burtu og það ástæðan fyrir að við vorum þar ekki lengur. Það náttúrulega bara ekki hægt að búa í hinum megin hnettinum og eiga börn í hinum megin sko. En samt sko þessi reynsla hafa búið þar hefur gert heiminn minni fyrir mér. Mér finnst hann einhvern veginn svona, mér finnst núna að ég hafi einhvern veginn yfirsýn yfir heiminn. Mér finnst hann einhvern veginn svona. Skilur hann? Já, mér finnst bara svona, þú veist, þegar ég gerur svona, ég sé svona fyrir mér hnöttin sko. Ég hér núna, ég hef verið þarna, þetta ekkert svo rosalegt. Sko. Nei. Það náttúrulega oft talað fólk sem hefur gert þetta, búið svona víða, veist, þetta verða svona heimsborgarar, þú veist, fólk sem hefur svona ákveðna reynslu og víðsýni kannski, af því að það þekkir ólíka menningu. Já, og það finnst mér náttúrulega mjög dýrmætt. Mér finnst mjög gaman að kynnast menningun á Nýja-Sjálandi, því að það líka sko nýsjálenskt samfélag svo ungt í rauninni. Þar voru náttúrulega og eru frumbyggjar sko, márar, sem þeir hafa svona seinni árum sko virkilega tekið sig á sko þessi vestrænu íbúar sem komu svo til Nýja-Sjálands þarna kringum 1840-60, þá fór að Nýja-Sjálands að byggjast. Þeir hafa svona seinni árum sýnt márískri menningu miklu meiri virðingu og tekið hana með og svona lagt sig eftir að halda henni á lofti og virða hana og það hefur verið mjög svona fallegt sko. En að búa í svona ungu samfélagi alveg stórmerkilegt af því að ég hitti bara fólk á mínum aldri og þá gæti ég bara sagt, heyrðu, hvaðan komu forfeður þínir og þá sagði bara já, þeir komu þarna með skipinu og svo nefndir eitthvað nafn og þá voru það kannski bara afarðir á ömmur eða langömmur, það ekki lengra síðan sko. Og frá ýmsum Evrópulöndum sem gerir það verkum að þeir eru líka sko, þeir eru mjög svona opnir fyrir annari menningu og eru það enn í dag og svo líka eru þeir, það mjög mikið svona kúltúr fyrir sjálfboðaliða starfi af því að þeir þurftust svo mikið að hjálpast að. Það var það var til svona menning, við erum hér í þessu land og við hjálpum hvort öðru og þannig að það eru bara margar stofnanir sko, mörg söfn og ég var til dæmis sjálfboðaliði þannig á svona dagdeild fyrir fólk sem var með krabbamein og það byggðist fyrst og fremst upp á sjálfboðaliðum. Það var bara ein manneskja sem var launuð, það var yfirmanneskja sem var bara í rauninni stjórnaði öllu sjálfboðaliðunum. Það var svona dálítið, já, mjög áhugavert, mjög fallegt. Og var það þá á mörgum svona, þessum svona kannski þessum félagslegu sviðum sem að fólk var að hjálpast svona að eða? Já, mjög mikið, það voru til dæmis á þarna, við byggum nú á sko í rauninni 3 stöðum en lengst af á 2 stöðum, bæði á Norðureyjunni og Suðureyjunni, þannig að það var gaman að upplifa það, en það var til dæmis voru svona samtök, það hétur ömmur, og það voru allt sjálfboðaliðar og þær voru semst bara að hjálpa ungum fjölskyldum að svona með að læra að sauma, elda, hugsa börnin, útvega fátækum fjölskyldum bara svona fæði og klæði í rauninni, allt saman sjálfboðaliða starf. Hvernig finnst þér svona síðan kemur hinga heim aftur eftir að hafa verið víða, Sviss og fleiri stöðum að hvernig fannst þið þá að koma hinga heim, veist, horfa aftur á Ísland svona, þetta þekkjur Ísland vel og hvernig við erum hérna heima, veist, var eitthvað svona sem að svona þér fannst svona vanta hérna heima, veist, eða sem eitthvað hlutur sem að við höfum kannski mikinn yfirburði yfir sem var einfaldur og þægilegri hér. Veist, hvað svona, hverju svona kostur og gallar svona? Já, ég held að svona í gegnum tíðina sko þegar ég flutt heim, við fluttum nú heim náttúrulega eftir alltaf langa tíma 2004 sko það var náttúrulega oft verið svona kannski eitthvað svona sem að hefur pirrað mig og svoleiðis og ég man eftir við fluttum frá Noregi 2004 þá fannst mér sko, mér fannst margt sem við kom sko börnum og barnauppeldi, það átti ég börn sem voru sko í grunnskóla, mér fannst það svona svolítið vanþróað á Íslandi og Íslendingar kannski ekki vera nógu barnvænir samfélagið sko, en núna er ég á öðrum stað sko, þegar ég flutti heim núna, ég meina þetta bara. Hvernig fannst þér ekki barnvæn, mér finnst það áhugavert að því ég held að við værum rosalega barnvæn. Já, þá var ég nú kannski aðalega að hugsa sko í Noregi er náttúrulega bara minna vinnuálag á foreldrum.
það fer fram sko svona íþróttastarf og tómstundastarf einhvern veginn svona fer fram meira að deginum til, þú veist, það minna svona kannski skuttmenning í Noregi, það minnir svona keppnistemming, Já. það er sko, það er bara allt í lagi Meiri að svona búa fjölskyldu. vænna, meira lagt upp úr því bara einhvern veginn að gera þetta svona, hvað við segja, svona vænna fyrir fjölskyldur Já. og hérna, ég man til dæmis eftir sko bara strákarnir mínir voru þar í svona fótboltafélagi, það samanstóð bara strákunum í bekknum og þeir voru bara að fara svona eitthvað að keppa helgar og allt var þetta bara svona frekar mikið bara svona til þess að hafa það gaman en minna svona til þess að vinna deildina eða að skipa niður í svona einhver getustig eða eitthvað svo leiðis. Þannig að ég man eftir því, en allt þetta nú kannski, þetta svona horfið sko, ég endur ég komin á annars stað. Já, algjörlega, þetta alltaf svolítið tímabilum háð í lífinu, veist, við erum alltaf á nýjum stað. En núna þegar ég kom heim, þá var ég svo glöð að, sko ég var mjög tilbúin að koma heim, ég fannst sko ég og maðurinn minn vera búin að sko gera það sem að fólk gerir eftir sko þegar það hættir að vinna. Og það var svolítið svona meðvitað val hjá okkur að gera það meðan við vorum bæði hraust og svona. Já. Og ég var bara mjög glöð að fara að vinna. Mér langaði, ég hafði verið að vinna út en svo hafði ég ekki verið að vinna síðasta hálfa árið. Og ég hlakkaði til að fara bara svona inn í þá rútinu. Mér fannst það mjög skemmtilegt. Og ég var rosalega glöð yfir að vera sko Íslendingur og bara einhvern veginn ganga inn í svona þetta kerfi hérna. Það sko og nú eru Íslendingar ofta óskapast yfir sko einhverju búrókrati á Íslandi en það alveg ótrúlega einfalt að búa á Íslandi með mörg lönd. Og þá ég bæði að vísa til sko Sviss og líka bara að vísa til þess að vera útlendingur í Nýja-Sjálandi. Af því að þar höfum við sem Íslendingar, þó að við séum alltaf svolítið í forréttindastöðu að vera Íslendingar af því að við erum svo lítil og krútlega og skrítin. En þá bara við sko þetta náttúrulega önnur heimsálfa og við erum ekki, sko, höfum engi forréttindi sem við með Evrópu verandi, þú veist, áhangendur ESB og hérna bara að ganga frá öllum dvalarleifum og atvinnuleifum í Nýja-Sjálandi, þetta var ótrúlega mikil vinna og við erum nú stundum að hneykslast til dæmis á útlendingastofnun á Íslandi, sko, en hérna við náttúrulega þurftum að gangi gegnum algjörlega sama prósess, við erum búin að vera saman í rúmlega 30 ár og þegar við vorum að sækja sérst dvalarleyfi saman, þá þurftum við að sýna sérst myndir úr okkar sambandi bara í gegnum tíðina. Og við vorum náttúrulega ekki með myndaalbúmi með okkur í Sjálandi, en við höfum sem betur fyrir skannað inn ýmislegt, sko, líka bara gömul jólakort og svona. Þannig að við gátum tímt það til, sko fyrst sendi ég bara sko sambúðavottur frá Hagstofunni. Ég held að það væri nú alveg nóg, en þá hringdi í mér voða svona kurteis drengur frá Útlendingastofnun og sagði, heyrðu, ég gerir mig grein fyrir þú heldur kannski þetta sem nóg, þetta svo langt frá því. Svo fikk ég langan lista. Þetta var Nýja-Sjálandi. Og hérna sem við þurftum það voru e-mail samskipti, það voru sameiginlegir reikningar, það voru líka bara þið þurftu bara að sanna það að þið væri sannarlega sambúða fólk yfir lengri tíma. Já. Og það var ekki heldur nóg að sýnda fæðingavottur barnanna eða neitt svoleiðis, sko. Þannig að þetta bara lærdómur. Kannski erum við oft svolítið dómhörð á hérna okkar eigið kerfi líka. Já. Heldum að það sé verið að taka mun harðar á málanu hér heldur en við erlendis. Já, ég held það og svo líka bara ég svo þakklátt fyrir, mér finnst bara mjög svo gott að því að það líka náttúrulega út á málinu, þú veist, þú veist náttúrulega sko auðvelt að tala ensku á Nýja-Sjálandi, þá samt, þú veist, þegar maður ringir á Hagstofuna, ringir í skattin eitthvað, þetta allt svo kósi og allir svo vinalegir og kurteis og mér finnst bara dásanlegt, þetta finnst mér kostur við að vera á Íslandi. Það gott að vera svona smærri og ég rak mig æmitt alveg á þetta þegar ég var að vinna í mannauðsmálunum, ég var ekkert að hjálpa frökkum sem var að byrja að vinna hjá okkur að fá kennitölu og allt þetta og þeir eru bara undrandi, sko. Þeim fannst þetta bara stórmerkilegt. Þetta náttúrulega auðveldar aðeins fyrir það af því að þeir eru innan þessa Evrópusamstarfs en að fá kennitölu, þau sögðu bara, veist, á bankareikning. Veist, þarna eru við annars vegar með opinbera stofnun og hins vegar banka og þau sögðu bara, veist, það ekki nokkur leið að þetta myndi ganga svona hratt í Frakklandi. Nei, einmitt.
og þetta gekk á nokkrum dögum sko. Já, þetta eru kostirni sko. Og svo finnst mér líka bara, ég var glöð, svo er þakklátt bara fyrir allt mögulegt í Íslandi sko, vatnið og sundlaugarnar og veðrið, Já, maður nefnilega, að Já. komast á þann stað að finna þetta þakklæti sko. Þar liggur hamingjan. Mér langar að biðja að draga hérna 2 svona óvæntar spurningar. Þetta finnst mér mjög gaman. Er það ekki? Jú, mér finnst þetta mjög spennandi. Já, og taktu bara kassan. Þá getur fundið það sem að þú vilt. Ég nota oft svona spil sko. Er það ekki? Jú. Þetta svo skemmtilegt. Þetta opnar svona inn á svona kannski ný svið sem að maður ekkert endilega alltaf að spá í. Nei. En svo gott að hugsa Já, nákvæmlega. Kemur svolítið hugsun á annar stað. Akkurat. Því það litirnir eitthvað, Harpa. Litirnir eru þannig að þú getur lesið Já, partíið og Trúnó. Á hverju á ég að byrja? Bara byrjaðu partíinu. Ef þú getur verið einhver vinur þinn í einn dag, hver myndir þú vilja vera og á hverju? Vá, hvað þetta er spennandi spurning. Ég myndi vilja vera maðurinn minn. Já, er það svona vel giftur? Ekki spurning, sko. Ég myndi svo vilja vita. Ég kalla hann vera, sko, hann er náttúrulega einn af mín besti vinur minn, sko. Og ég myndi bara vilja vera hann. Af því að við erum, sko, við erum að mörguleiti, líka mörguleiti erum alveg afskaplega ólík. Já. Og ég myndi svo mikið vilja vita hvernig er að vera í orkunni hans. Já. Og hvernig upplifir þú hann? Af því að þú svona, það væri gaman að fá smá lýsingu. Já, hann er náttúrulega maðurinn sem að, sko ég man alltaf eftir áðurinn ég egnaðist maka. Ég vona ég eignist nú maka sem langar að gera eitthvað með mér. Og það var svona eins og með gíraffann að þig sko rættist. Hann er svona óþrjótandi í að hann er með mjög miklu svona framkvæmda orku getur við sagt. Eða svona, hann er mikill ferðalangur. Já. Ævintýramaður og það er hann sem að hefur náttúrulega sko gerð það verkum, við fórum til dæmis til Nýja-Sjálands og ýmislegt annað sko. Já. En eins og með alla góða kosti, þá hugsa ég stundum ég er svona meira í rónni, sko. Já. En þið kannski vegi hvort annað upp. Já, en það er alveg frábært að hafa svona partner sem er á þessum stað. Þú myndir vilja sjá þetta alltaf frá hans augum. Hvað ég vildi það. Og geta séð mig með hans augum. Það væri merkilegt. Dásamlegt. Já, þetta væri spennandi. Já. Ég hlakka til þessa dags. Já. Heyrðu á Trúnó. Er eitthvað sem þú þarft að sleppa tökum af? Ég er nú búin að sko vinna alveg í þessu að sleppa tökum á hlutum og já, ég held ekki svona fast ég er náttúrulega búin að læra allt mögulegt að sleppa tökum á öllu mögulegu sko. Hvað hefur þið hvað svona satt kannski, það er oft sem að er eitthvað svona sem að oft eitthvað gamalt eða hvað, þú veist, svona, sem hefur reynst þér svona erfiðast að sleppa tökum á? Já. Ætla sé ekki bara svona, já. Sko það sem er dettur í hug sem er svolítið fyndið, sko. Ég held ég þurfa að sleppa tökum á því og að vera litla systir. Já. Já. Það held ég að væri... Það er alveg svona hlutur sem ég er búin að vera að vinna í og væri mjög gott að klára það. Það að komast yfir. Já. Eru þið mörg systkini? Við vorum 4. Já. Og þú yngst? Nei, ég er ekki yngst. Ég er nefnilega næst. En þú upplifir þið sem yngsta. Já. Áhugavert. Hvernig svona upplifir þið þá svona sem yngstu? Já, sko... ég er náttúrulega minnst. Er þetta strákar eða? Nei, ég á eldri systur sko. Já. Hún er yndisleg sko. En hún var alltaf mjög mikið og er stóra systir mín sko. Já. Og svo hefur þetta ekkert með hann að gera lengur sko. Nei. En svona kannski bara í stærra sammenginu. En ég held þetta sé oft með okkur svo mörg. Veist, það er oft það sem að situr svolítið svona oft svona fast í okkur, það er eitthvað svona æskumynstur. Algjörlega. Veist, og
hvert svo sem það Já, þú veist, eitthvað svona sem að við erum svona að reyna jafnvel að brjótast út úr já, eða eitthvað nátt já, en ég held að þú veist, það er örugglega oft bara svolítið þetta svona ná einhverjum sáttum á það algjörlega. sem að maður hefur Já, gengið í gegnum því að maður væri þetta ekki maður sjálfur ef maður hefði ekki gengið í gegnum já, Þú veist. nákvæmlega. maður er svolítið ég held að skiptir svolítið máli að einmitt að kannski þakka bara fyrir Já, þú veist, bara rétt eins og þú þakkar fyrir þetta yndislega loft og vatn sem við höfum hérna á Íslandi Já. þú veist að þetta þakklæti svona í garð þess sem að maður hefur upplifað já, og reynt í uppeldinu þó að það hafi kannski sumt verið mátt kannski öðruvísi og alls konar. já, en svo er alveg ótrúlegt, sko, ég hef nú oft hitt fólk sem er gengið í gegnum miklar hörmungar, sko, en þegar til kastana kemur þá einhvern veginn segir að já, þessi reynsla hefur kennt mér það mikið að ég myndi ekki endilega vilja missa henni. Það er svo ótrúlegt hvað fólk einhvern veginn svona getur einmitt sæst á eða þá svona skilið einhvern veginn hlutina í stóra samhenginu. Já, en ég held að þetta sé mikið rétt hjá þér, Harpa, það er svona, já, við erum náttúrulega bara það sem við erum af því við höfum þessa reynslu. Algjörlega. Já, Og við þurfum ekkert öll að vera eins. nei, sem betur fyrir. Já, Já, mér finnst það líka svolítið svona já, góð skilaboð, við getum verið með alls konar gildi og alls Já, konar já. svona lífsmunstur sem að, þú veist, ég veit við búum á litlu landi og það er oft svona einhverja ákveðna staðalmyndi settar sko, já, en við erum auðvitað við sjálf já. og Og það gerir Um okkur að vera. áhugaverð og bæði, það gerir alla áhugaverða að allir eru að hafa sitt. er ekki svolítið gott að fara svona við klára jólin núna og og svo nýtt ár og einmitt með svona hugafæri að við getum bara verið við sjálf og Já, við erum bara eins og við erum já. er það ekki? Hvað sagði Páll Óskar? Ég er eins og ég er Ég er eins og ég er. Já, hvernig á ég að vera eitthvað annað? Akkurat Ég held að það sé bara Frábært lag. frábært lag og frábær Já. líka bara að loka þessum þætti því að Já. skiptir miklu máli Já, og við séum bara svolítið sönn sjálfum okkur og já. förum okkar leið. Já. Takk kærlega fyrir spjallið, þetta var frábært að fá þig. Takk fyrir kærlega sem leiðir. Hoopla, 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 hoopla.